þú mistir sonuðinn mjög ungan og var það ekki það sem að svona bara ratti svo staði eða? Jú, að sjálfsögðu. Já. Bergur Snær deyr í 2016 Já. og hann var á 20. ári, hann hefði verið 20 hann í september, hann dó í mars. Og það er auðvitað bara ekkert erfitt að lýsa því að missa barnið sitt með þessum hætti og hann tók eða líf. Já. Og upplifunin okkar þegar hann deyr var einhvern veginn að við vorum búin að vera að reyna að halda honum lífinu svolítið lengi. Já. Og reyna einhvern veginn að finna leiðina til þess að koma honum, að hún líði betur og þrátt fyrir það að það væri mjög mikið á góðu fólki alls þar í kerfunum og við hittum mjög mikið á góðu fólki sem reynda að hjálpa honum og færu fólki, þá var einhvern veginn þessi tilfinning fyrir því að kerfin væri ekki samstiga og við vorum alltaf í limbói. Þú veist, það kom eitthvað eitt, nú skulum gera þetta, þú veist, og svo var það bara búið og hvað svo, eða æskilur, þú veist, það var engin, þau ert með barn sem er í svona mikilli vanlíðan og hann var með mikla, þú veist, ég fór með hann einu svona inn á bráðamóttöku geðdeildar, af því að við vissum það að hann hefði verið í sjálfsvíshættu og þá kom einhvern veginn, nei, hann er ekkert geðveikur, hann er bara með áfallastreitu. Þú veist, við getum sett hann í biðlista fyrir áfallastreitu teimið hérna á Landspítalanum með það 2 ára bið eða ársbið eða hvað sem það var. En ég myndi bara fara með hann til sálfræðings út í bæ, skilur við. Já. Og svo fer maður með hann til sálfræðings út í bæ, en á meðan, þú veist, hann er alltaf einhvers þar, annars þar í millitíðinni, skilur við, þú veist, sem líður á milli. Og þessi áfallastreita og þú veist, fólk sem verður fyrir ofbeldi og áföllum, ég held að þar séum við að einhvern veginn með stærsta gatið í þessum kerfum okkar vegna þess að þetta er svo hættulegt ástand að vera þarna og við þurfum einhvern veginn að ná að halda betur utan það. Þess vegna er til dæmis bergið áfallamiðuð þjónusta og þess vegna byggir allt á því að við séum einhvern veginn að ná að þú veist, segja, ok, við erum hérna með þér þannig til við finnum út úr þessu í staðan fyrir, núna ætlum við að meðferða þig og ég veit ekki hvort að meðferðaðalinn finnst óþægt að ég tala þetta svona vegna þess að þú veist, auðvitað þarf að meðferða fólk en fólk þarf að geta tekið við meðferðinni og með áfallastreituna þá ert ekkert endilega alltaf tilbúin skilur við, vorum alveg stórkostlegan sálfræðing í barnahúsi sem var með honum frábær og óbúslega fær fagmaður en hann gat ekki tekið við því því hann var ekki tilbúin til þess að þú veist, hann þurfti eitthvað annað fyrst, einhvern veginn bara að ná bara ró og bara finna að ok, þú veist finna fótfestuna eða eitthvað sko þannig að sko og þetta svo ferðu þá að leita leiða til þess að líða betur og þá ferðu hugsanlega að leita í, þú veist, hann leita í marihuana, þú veist, en hann var ekki fíkill, skilur þú veist, hann sagði ekkert hjá mig, mamma, ef ég var fíkill og löngu byrjar að sprauta mig, sko, skilur að því hann fattaði þetta alveg sjálfur, en þetta var bara hans panodil við höfuðverknum, sko, þú veist, og það er rosalega vont að vera alltaf með höfuðverk, þú veist, og og hann varð fyrir misnotkun og og það hefur verið þá hans áfall væntanlega, er það ekki? Já, þetta er ýmislegt sem að kemur í karakter manns og í öðru í manns lífi sem að líka þetta aðrar upp, skilur í hans tilfelli en hans stóra mál var, þú veist, hann var alveg viðkomi fyrir en ef hann hefði gjörð fyrir þessu ofbeldi sem hann stóð í 2 ár eða 3 ár á þess að við vissum þá hefðu við alveg fundið leiðina með honum en hann sem sagt verður fyrir því að það er bara predator sem að finnur hann og grúmar hann og misnotar hann bara frá þenni 14 til 17 og og við vissum ekki á því hann faldi það fyrir okkur og og við héldum bara að hann væri bara
þú veist, liði ekki nógu vel að því að þú veist, að við heldum að vera eitthvað allt annað, það væri brúnlingur, það var þetta fyrsta barnið okkar og og við heldum þetta, við þurftum bara að vera strángari með hann og hafa strángari ramma og við reyndum mjög margt í því en hann var bara forðast okkur að því hann bjóði yfir þessu stóra leyndamáli. Hvernig, þú veist, ég bara eins og hann verið 14 ára gamall og þessi einstaklingur bara byrjaði bara að tala við hann og bara sannfæra hann að hann væri, þú veist, málið. Ég skil ekki alveg hvernig þetta getur gerst, ég bara fatta það ekki. Bara menn sem eru þarna eru bara þetta snillingar í þessu og þetta er mjög, þú veist, það geta allir lent í því að fá svona manneskja á sig, sko. En ég heldur reyndar að þið finnir nú alltaf svona þeir sem finna að það er einhver veikleik, einhver stað sem þeir geta ítt á. Þeir eru snillingar í að finna það. Þetta var bara, þú veist, að hann ætti svo mikið pening, hann ætlaði að hjálpa hann að gera alls konar hluti. Hann var að, þú veist, hjá strákum þetta oft peningar, skilur eða svona gjafir eða eitthvað svona, eitthvað kúl sem að keyra á flottum bíl, þú veist, var hljómaði eins og hann vissi alveg hvað hann var að gera, þú veist, þetta er svona bara, þetta er bara, þú veist, þetta er bara veð og enn, skilur það er eitthvað líst í sjálf, þannig að það bara, þú veist, ég einhvern veginn bara, allt í nú var bara fastur í net og ég gæti ekki losa mig og ég vissi ekki hvernig ég ætti að losa mig. Og þú veist, og af hverju eins og með þetta, þið vitið hver þetta er. Svo kemur skömmin, sko. Svo getur ekki sagt frá því að þú skammast þín fyrir. Þú skammast þín og ég meina þú skammast þín fyrir að láta plata þér svona. Já. Og þú bara lemið sjálfa niður, bara stöðt, bara þú veist hvað er að mér, ég er ógislegur, ég hlýta að vilja þetta, eitthvað æskilur hvað ég meina, þú veist þetta er bara svona vinna þessi menn. Þú veist svartur, hvítt og hvítur svart. Já, hann og svo þú bara góður verður við mig. Já, hann er reyna góður og ég er bara vanþakklátur. Allir sem hafa lent í svona skilja, ég held að ég hef ekki lent í svona, ég hef erfiðar með að skilja það en ég get alveg sett mig í þessu spór. Já,